Góðan daginn og velkomin til stundarinnar. Þessara guðlegu stundar sem að kristnir menn hafa leyfi til þess að flytja. Kristnir menn einir hafa leyfi til þess að flytja Guðs orð. Skiptir ekki máli hvað þér finnst það, þetta er bara Guðs skipulagið. En hvað það? Við erum að þessu til þess að boða trú og segja frá Jesú og allt saman það. Hann er góður. Það er rétt, hann fyrir ekki manngarinnar álit. En hann vegur og metur þetta allt saman rétt sann. Það fyrir ekki til neitt manngarinnar álit. Og gerir menn vel, þá geta mögulega hugsanlega fengið klapp á öxlina frá honum. En gerir menn ekki það sem rétt er, að þá máttu búast við því að það komi eitthvað annað frá honum. Heldur það. Og hvort viltu? Ég sækist eftir því að ég bara gera vilja Guðs og er orðið sjóaður í þessu og lægi ekki máls á neinu öðru. Menn verða bara að taka því eins og þeir vilja, en þetta er bara það sem að ég gera og ég mun áfram gera þetta eins og ég hef verið að gera það. Þannig að við skulum bara temjast við það að gera það sem er rétt. Ef ég get gert það sem er rétt, þá getur þú það líka, en þú þarft að venjast við það. Þú þarft að venja þig á það. Ég veit ekki hvernig þú gerir þetta, en ég hef þurft að venja mig á alls konar góða kosti og þar með sleppt einhverju sem að vera ekki alveg eins gott. Og hvað er það? Þú eru bara að vega og meta þetta sjálfur og sjálf. Ég get ekki gert þannig til þig. Og þess vegna erum við alltaf að benda á Jesú. Hann sýnir okkur þetta sjálfur, hvað það er sem við þurfum að varast og hvað það er sem við þurfum að gera til þess að byggja undir það í okkur að þetta gerist ekki aftur. Við erum, hvert og eitt okkar erum brothætt ker, það er alveg rétt og við verðum þá áfram. En þessi brothættu ker geta búið svo hnúta að í kringu það sé svona nokkuð mikil vörn. Og ef að brothætt ker er varið af einhverju mjúku, þá er nú ekki mikil hætt á því að það brotni í tætlur, þó að það kannski skelli utan í segjum vegg, sem er þá mjúkur og tekur vel á móti þessu. Það er það sem við erum að gera. Við viljum að Drottinn Jesús taki vel á móti okkur, hér og nú. Og hann hvetur okkur til þess að gera rétt og til þess að við vitum hvað er rétt í hans augum, þá erum við vel að okkur í fræðunum. Þannig að við erum án afsökunar ef við erum ekki að gera það sem Drottinn er að bjóða. Og Drottinn segir að sjálfur að framar beri að líða Guðin mönnum. Þetta er nú orð sem að þú hefur oft heyrt á. Ég veit eins og er ekkert hvort þú ert að fara eftir þessu frekar en einhver öðru. En þetta er það sem hann segir. Og hann miðar alltaf við það sem að hann gerir við sitt orð. Og orðið er á jörðinni. Það var skilið eftir á jörðinni fyrir mig og þig að vinna úr og móða úr og vinna meira með. Og ofan í það fékk ég trú sem undir kveikir áhugan minn á þessu orði sem ég hafði ekki áður og þú hefur engan áhuga á sem ert ekki inn í trúnni. Og það er gjöf. Ég valdi ekkert sjálfur að fara þangað, en þetta er gjöf. Og gjöfin er stór. Hún er stærri heldur en allt sem ég þekki. Og ég ákvað að gera vilja Guðs. Og ég geri vilja Guðs. Sumir sjá það, jú, og eru bara þakkláttir fyrir það. Ég veit ekkert hvað allir sjá. Og ég velti því nú reynda mjög lítið fyrir mér, en það ekki til neins að vera að því að þá væri maður bara þar. Það getur verið að velta fyrir sér alls konar viðbrögðum og hegðunum en það þýðir ekkert að vera að stoppa neitt til það. Þú ræður heldur ekki hvernig aðrir menn hegða sér, en þú ræður öllum það hvernig þú hegða þér. Það er ekki rétt hjá mig? Jú. Og hvernig hegða þú þér? Ég veit að þú hegða þér óaðfinnanlega að eigin áliti og ég hef svo sem enga skoðanir á því. En þú veist svona bak við þetta allt væri nú sum hegðun kannski mætti vera aðeins betri.
Nákvæmlega. Það er þetta sem við þurfum að takast á við. Hegðun sem má vera aðeins betri. Og við getum alltaf bætt okkur hvað þetta varðar. En fyrst þurfum við að sjá þetta. Og svo þurfum við að ganga í okkur sjálf hvað þetta varðar. Hver er staða þín þar? Er það að ganga í því sjálfan og sjálfa til þess að lagfæra eitt og annað? Ég veit að þú vilt það, en hvað er þetta að gera? Þú voru að svara því, ég get ekki svarað því. Ég get þess að alveg svarað fyrir mig. Ég hef oft spurt mig spurninga eitt og annað. En ég verð að þjóna Guði og ég verð að halda mér við það sem hann er að segja mér. Og það hef ég nú reynd að gera. Það verð að orðið mér til tjóns, aldeilis ekki. Það er styrkur minn í raun og veru að gera það. Og menn hafa svo sem séð þetta, ekki það að því að ég sagði það, heldur vegna þess að það sem að menn segja sumir, að það má vel taka eftir því og fara eftir því. Þetta reyndar ekki rétt sýnari menn en annað fólk, en það sem þeir hafa og þær umfram vantrúna er að þeir hafa trúna. Og hún hjálpar mönnum alltaf til þess að gera það sem er rétt. Það er nú málið. Trúin er og verður alltaf þetta ljós í heiminum. Ljós sem menn sjá í hverju? Í réttlæti, í sanngirni, í heiðarleika. Það er það sem fólk sér. Menn geta haft þetta alls konar skoðanir á þessum manneskjum sem á í hlut. En hvaða máli skiptir það? Er hún að gera rétt eða er hún að gera rang? Er ég að gera rétt eða er ég að gera rang? Ég met það sjálfur. Ert þú að gera rétt eða rang? Mér var það ekkert það og ég hef enga skoðun á því. En þú líklega veist það að þú sért að gera rétt eða rang. Eða ég reyndar veit ég ekkert það. Ef maðurinn er í syndinni þá metur hann allt sem hann er að gera bara sanngjarnt og réttlátt. Þannig að við erum á tveimur mjög ólíkum stöðum, trúin og vantrúin. Vantrúin í raun og veru gerir bara það sem manni dettur í hug. Trúin er dauð sjálfur sér, eða maður trúar hann er dauður eðli sínu og holdi sínu og hann lifir eðli Krist og vilja Krist. Og þar er algjörlega svart-hvít mynd uppi varðandi heiminn. Hann er ekkert það. Og meira, honum er ekkert gefið að vera þar. Hann hefur ekkert leyfi til þess að vera þar. Drottinn sjálfur gefur þetta leyfi. Hann frelsar manninn sem merkir raun og veru, það er búið að opna fyrir honum dyrnar inn í ríki Guðs. Og það getur enginn lokið þessum dyrum upp nema Jesús. Og hann tekur bara hvert sem hann vill. Hann tók mig og já, líklega þig að þú trúir með alveg nákvæmlega sama hætti. Við eigum okkar sögu, eins og allir aðrir. En við erum ekkert að staldra neitt við hana. Við erum komnir inn í þetta nýja og keppum eftir því að gera vilja Guðs. Það er það sem að leiðir alltaf til blessunar og gæfu þegar menn komast inn á þessa slóð. En það getur auðvitað kostað hellings átök og allt saman það því að syndin er svo svakalega grasserandi. Hún er ekkert að hlusta neitt á þetta. Hún segir bara sitt eigið réttlæti og ég er ekki að gera neitt rangt, segir syndin. En Drottinn er nú ekki alltaf sammála því. Og það er nú einu sinni þannig að hann elskar mannin. Hann vill honum vel. Hann vill hjálpa honum. Hann hjálpaði mér. Hann vill hjálpa okkur. Og hann er með menn og konur á agrinu til þess að boða, tala, kenna og segja frá. Jesú, tala ekki sjálfa sig nema þá sem vitnisburður Jesú. Og það er allt í lagi, því að vitnisburður manna er sannur. Og það sem að Kristur gerir alltaf, hann er alltaf með réttlæti Guðs á vörunum og uppi í verkum sínum líka. Og ég er trúuð manneskja, þú ert trúuð manneskja og við gerum réttlæti Krist. Ég veit ekki hvað þú ert að sjá. Ef þú ert ekkert að sjá neitt þetta, þá er bara eina ástæði fyrir því þú ert vantrúuð manneskja og það er skilur á milli.
og það hefur alltaf skilið á milli og það skilur áfram á milli. Og hvað viltu? Ég veit það ekki. Þú vilt bara þetta er réttlæti. En þessu öllu er maður dáið fyrir margt löngu og ég þakka Kristi fyrir það. Er þið þá betri maður? Þetta snýst ekkert það betri að vera mann. Þetta snýst það að trúa Jesú eða trúa ekki á. Og trúin, hún í raun lýsir af manni. En það getur komið alveg mjög illa við sumt fólk. Maður og kona sem hefur alla ævi sína lifað í myrkri. Hún vill ekkit að þetta ljós sé neitt að skína á sig. Þar erum við öll á sama stað. Áður en við komum til Krist. Við vildum ekkit að þetta ljós væri neitt að skína á okkur. Á hverju? Ljós afhjúpar það sem að myrkrið átti að fela. Þannig að við skiljum alveg að það öllum fólki sé ekki neitt vel við þetta. Það vill ekki að það sé vera að afhjúpa það sem er í myrkrinu. Það vill bara hafa það áfram í myrkrinu. Þetta þekkir ekkit nema þetta myrkur. Það þekkir ekkit þetta ljós en hefur svo sem oft heyrt það en gerir ekkit með það af því það er ekkit á þessum stað. Og ég og þú, við setjum engan á þennan stað en Drottinn hins vegar getur það. Hann bara bendi fingri. Já, nú komið að þér að eignast þetta ljós. Og þú eignast þetta ljós, 1, 2, 3, með fingursmelli. Já, og það breytist allt fyrir þér. En þetta er auðvitað bara fyrsta skrefið. Gangan öll er eftir. Reynslan öll á eftir að koma. Og hún kemur sem, já, ekki neitt sérlega þægileg, eða þá mjög þægileg, þarna á milli. En hvort sem henn er þægileg eða óþægileg, þá er þetta allt saman til góðs, því að Drottinn byggir undir oft hjá okkur lífið með þessari óþægilegu reynslu sem við erum að fá. Þannig að þetta verkar allt og virkar til góðs, en við verðum að gera svo vel að halda áfram. Það þýðir ekkert að setjast niður núna og stoppa. Við verðum alltaf að halda áfram. Til þess er lífið að við höldum áfram. Við höldum áfram með það. Og það er í dag, það er hér og nú. Og við erum hér og nú í dag. Og það er alltaf spurningin, hvernig ætlum við að vinna úr deginum? Ég veit alveg hvernig ég ætla að vinna úr deginum. Ég ætla að vinna úr honum í Jesú nafni sem ég gert alla mína trúargöngu. Hvað sem ég verið þá, ég unnið bara úr deginum í Jesú nafni. Og það hefur ekkert farið neitt frá mér að gera þetta svoleiðis og ég veit að Kristur hvetur mig til þess að gera þetta með þeim hætti. Og þetta geri ég það því ég geri vilja Guðs. Ég segist gera vilja Guðs og ég geri vilja Guðs. Ég veit ekki með þig, mér var það að raun og veru ekkert það en ég get alveg hvatið til þess að gera slíktið sama en ég veit að þú gerir það ekki eða þú átt ekki skilirinn til sem að segir við þig og hjartaði, það er til Guð. En meðan þú segir þetta ekki og meinar að þú trúir í, þá er ekki Guð til fyrir þér. Þú ert þá bara þinn eigin Guð eða stokkurinn á steininn sem þú sást eða hvað sem það er. Þetta er allt steindautt. Þú gerir ekkert gagn, hvorki til góðs eða ills. Það er bara einn sem gagnir að, hann er lifandi, hann reis upp. Eini maður er fyrsti maður sem reis upp, líklega, já. Allavega er hann frelsarinn. Og hann lifir, situr við hægri hönd föðurins á himnum. Það sem hann stjórnar öllu. Hann er máttugur, mjög máttugur. Hann sér allan heiminn í lóa sínum. Hann sér punktinn mig á Íslandi og veit nákvæmlega hvað ég er að gera. Og á sama tíma sér hann punktinn þig í Ástralíu eða hvað sem er og hann veit nákvæmlega hvað þú ert að gera það. Á sama tíma og ég er hér þá er þú þarna, segjum í Ástralíu, að gera einhvað, því öll eru að gera einhvað. Kannski ertu að tala Guðs orð eins og þessi á Íslandi. Ég veit það ekki, en Guð veit það, alveg på punkt og prik og ef að svo er, þá hefur Drottinn stillt þessu svo af. Því hann á marga á þessari jörð sem að tala hans orð. Ert þú þar? Já, kannski, eða ekki. En ég er það. Og ætla að halda þessu góða verki Drottins áfram. Því að mér er ekkert boðið neitt annað.
Þannig að ég er ekkert að fara neitt og getur þetta glattið með því að ég er ekkert að fara neitt. Ég líka vel við þessa þætti sem ég er að gera hér og býður kannski eftir þeim eða mér er alveg saman það en ég gera það vegna þess að ég veit vilja Guðs í málunum. Hann verður að fá að ráða, hann verður að fá að ríkja og við að vilja að gera það sem hann er að tala um. Við getum verið að gera allt og við erum að gera alveg hellinga hlutum. En hvað að þeim er Guðs vilji? Já, ég veit ekkert þá og þú veist það heldur ekki vegna þess að þú átt ekki til Guð í hjartaðinu. En þegar Guð er komin í hjartaði, þá fer hann að sýna þér og segja þér hvað þú átt að gera. Ég get alveg svo sem oft talað um það að þessir þættir til að mynda, þeir eru alltaf eftir hnipp frá drottni. Ég sjálfur sér, hef ég aldrei ætlað að gera þessa þætti. En það kemur hnipp frá drottni og ég drýf mig að stað. Svona vinnur hann með mig. Hann hnippir í mig og ég veit hvað hann er að segja. En var ekkert svo mikið að pæla í því áður. Svona hefur við starfað saman og ég kann þessu bara vel. Og það er líka myndin af því að að gera þetta svona, segir mér það og þér sem ert undir þessu, að við erum undir þessu skipulagi hans. Og við segjum, hann er með allt planið. Og ég ætla bara að hlýða því þegar hann kallar mig í þetta og hitt planið, í planinu sem á við mig. Og hann hnippir og þú veist akkur hann er að hnippa. Engin orð, þú veist það bara. Þetta er sá Guð sem ég þekki. Þetta er sá Guð sem ég hef þjónað síðan 1989 sem ég oft talað um. Og ég er ekkert að fara neitt, ég ætla að halda þessu áfram. Svo hjálpið mér Guð til þess. Eru andstæðingarnar margir? Ég vistu það að ég hef aldrei pælt neitt í því hvort að þeir séu margir að fáir. Ég mæti ekkit rosalegri andstöð, það hefur nú aldrei verið í minni trúartíð. Ekkit þannig séð nema kannski fúllir í lunda, eitthvað svona, eitthvað saklaust en ekkit meira. Þannig er það nú líka á Íslandi, að Íslendingarnir, hvort sem þeir taki við þessu eða ekki, þá þeir nú ekkert að veitast að trúuðu fólki, en það er sums staðar gert og það er mjög slæmt ef það er. Og tala þeirra stjórnvöld eru þess eðlis að þeir sjá bara rautt ef að orðið Jesú er nefnt og þeir gera allt til þess að halda þessu nafni fyrir utan. Við hvað er óttinn þar? Við sjáum alveg hvað afl er að baki þarna. Það heitir Satanadafl og það heldur báðum höndum í sín völd og veit alveg að með því að halda trúnni á Jesú niðri þá er hún svona hlutlaus, máttlaus þannig séð, en þó er hún aldrei máttlaus. Því að maður og kona sem á til trú, þó það sé í þessum löndum að hún er öflug í sér sjálfri í Jesú nafni og er að vinna sitt verk í Jesú nafni og svo er aldrei að vita hvenær múrarnir bresta og trúin er komin til valda í raun og veru. Þetta heldur alltaf áfram. Af hverju? Það sem fólk það er Jesú líka. Hvar sem það sem fólk hvernig sem stjórnvöld láta ráða og ríkja og hefða sér, þá er trúin alltaf til staðar. En hún er ekki sýnileg. Og maður forðast að láta hana vera sýnilega því að þeir vita það að þá fá þeir enga frið. En við erum ekki svoleiðis á Íslandi. Þannig að við búum mjög vel en ég segi það að við höfum ekki verið að ofsækja þetta kristna fólk. Já, ég tek ekki undir það. Og þó að menn snúi baki í sund trúa fólk, hvað með það? Það má alveg snúa baki í okkur að vilja. Eins er það með okkur, við getum alveg snúið baki í hvern sem við viljum. Þannig að það er játt á komið, en það er nú ekkert meira en þetta. Þannig að við búum okkur vel. Akkur er það svoleiðis? Alltaf sé ekki bara í grunninn þessi þjóð kirkjusæki fólk. Það hefur verið kirkja til í þessu landi frá, alla tíð. Þannig að við höfum alveg rosalega öflugan grunn
En svo það kallar eins og ég og fleiri góðir menn sem að halda þessu svolítið á lofti með því að tala út orð Guðs. Við erum ekkert að auglýsa sjálfu okkur, þetta var það engum neitt það. En sumum og mörgum þykir nú að geta heyra Guðs orði. Og það er það sem við viljum heyra og sjá þess vegna. Og við sem erum á þessu stað, við sækjum samfélagið okkar og mætum í kirkju einu sinni í viku. Yfirleitt er nú meira að vera í kirkjunum heldur en bara einu sinni í viku. En það er aðalstundin. En hvað er þetta að gera á milli kirkja? Ekki neitt. Kirkjan heldur áfram hvar sem þú ert. Þannig að það er engin miskunn hjá Magnúsi hvað þetta varðar. Haltu áfram að rækta þína trú. Og þú veist, jafnvel og ég, að stundirnar eru bara fáar í viku. Hvað eru margar stundir í einni viku? Já, á annað 100 ekki, eða 100 á viku. Það er eitthvað ekki að reikna þetta. Og þú ert kannski ekki nema 3-4 stundir í kirkjunni að hlusta á Guðs orð. Og hvað gerir þá við hinnar 98 eða 96? Eða eru 100 í skiptir ekki máli. Og hvað gerir þá við hinna dagana? Ertu að rækta Guð? Þú getur það. Þú getur ræktað Guð alla daga frá því að þú lokaðir hurðinni í kirkjunni og þangað til þú opnaðir hurðina heima, þá blasir við Biblían. Og hvað viltu gera? Viltu halda áfram að stúdera það sem þú varst að læra? Sumir kannski gera það, en sumir bara slaka á. En orðið sem þú fékkst og hefur verið að vinna með og móð úr, það er þarna. Svo það fer ekki neitt. Það er komið í hjartað og það er endanlegur staður fyrir orðið. Og orðið er að skjótast upp og pompa upp vegna þess að það er að fara að segja þér eitthvað. Og þess vegna hvetjum við menn til að lesa orðið, og það er langt síðan ég sá það og ég staðhæfi það að það fer í hjartað. Þetta er leyndardómur sem við erum að segja hér, en þetta er það sem Biblían hefur alltaf kennt. Þannig að það er ekki að segja eitthvað förðulegt óskiljanlegt. Þetta hefur alltaf verið. Af hverju? Það er eitt svar til því: Jesús lifir. Hann er ennþá ekkert að djóka. Hann tekur þetta allt saman mjög alvarlega, enn þann dag í dag. Því enn er dagur til að snúa sér að drottni. En þessu verður einn daginn lokað. Ég loka ekki neinni hurð. Kristur lokar hurðum, hann opnar hurð. Nú voru hún opin. En þegar hann lokar henni, þá er það endanlegt. Og það er myndað þessu í orði Guðs þegar meyjarnar komu og börðu á dyrnar og drottinn spyr hverjar eru þið og eitthvað svona. Svo sagði hann bara: ég þekki ykkur ekki. Hvað er að gera hér? Þú sér það að drottinn er með þá sem að þekkir. Og hvernig þekkir maður Krist? Maður snýr sér að honum. Maður fyrir að hlusta eftir honum. Og maður fyrir að elska þegar hann starfar með manni. Og maður starfar með honum og heyri fyrirmælin og gerir þau. Þetta er munurinn. Hvernig með þig? Ég veit ekkert um það, ég þarf ekkert að vita um það. En hvernig er með mig? Ég er þarna. Ég hef alla mína trúagöngu verið það. Ég er þá ekki vinsælasti maðurinn í öllum heiminum. Ég pæla ekkert í neinu vinsældu. Ég hef aldrei pælt neitt í þeim. Ég reynir bara að gera það sem er rétt og ég trúi því að það sama gild um þig. Þú reynir líka að gera það sem er rétt. Og ef við erum að reyna að gera það sem við teljum vera rétt, þá erum við í góðum málum. En ef við erum ekki að því, þá erum við þessi bendandi fingur, þessi andstyggð sem heitir bendandi fingur, og sumir eru alltaf þar. Það er ekkert að því að vera, segja þið. En hver trúir þessu? Þú getur verið að sjá allt annað í manneskjunni. En manneskja sér aldrei neitt athugavert að það sem hún er að gera.
en hún veit allt suma aðra, hvað þeir eru að gera. Af hverju? Þetta syndin. Hún víkur manninum alltaf frá henni, syndinni þessu. Og að öðrum manneskjum sem hann fer jafnvel að fetta fingur út í. Þannig að það alls konar sem við þurfum að vera að skoða og skilgreina og pæli í. Og ef ég gerir það ekki í minni trú, þá getur þú nú lítið gert hvað mína trú varðar því að hún er mín. Þú getur reyndar flutt mér kennsluna og boðskapinn og allt saman það og gerir það oft og ég þakka fyrir það. En ég verð að móða úr þessu. Ég verð að leyfa þess að birta upp mitt líf og gerir það heldur betur. Er það alltaf þægilegt? Ég pæli ekkert í því hvað er þægilegt. Ég gerir bara það sem þarf. En ég verð nú að viðurkenna það líka að yfirleitt hefur þetta bara verið ósköp notalegt og þægilegt og já, og gott viðuregnar, en stundum er það kannski aðeins þyngra. Við veitum að lífið það er allt í öldum. Hvar erum við núna? Ég ætlum að sé ekki á uppleið, svona í miðri öldu, það er ekki alveg komið, maður er ekki alveg komin á toppinn, en einhvern tíma kemst maður á toppinn. Nú tala ég reynslu og þú getur líka að tala að þinni reynslu hvað þetta var. Þú hefur farið á toppinn og þú hefur líka verið í dalnum og núna ertu á uppleið. Hvað ertu komin hátt á öldin? Ég veit það ekki. En svona er gangurinn. Og hvað ætlar að gera? Það var ekkert gaman í dalnum, fannst þér? Allt óða erfitt og þungt þar. En núna kemur reynslan inn í, hún sýnir það. Erðu vinnu þú nótt lent í þessu áður ekki? Jú, heldur betur maður. Allt og átt. Hvað ertu núna? Ég starf þarna mitt á milli. Á uppleið. Þetta er bara svona. Síga upp og niður. Ég er róleg hittanum. Allt er þetta kennsla. Allt er þetta til þess að byggja undir trúna þína. Þetta byggir allt á erfiðleikum. Það má nú stundum vera létt, stundum er þetta leikandi létt. Þegar þegar sinnið er gott hjá þér og allt saman í góðu standi hjá þér, þá er það alveg leikandi létt. En stundum er þetta svo þungt að þú ert að sligast undan þessu. Af hverju? Við erum bara menn. Og maður er svona. Hann er þetta í dag og allt annað á morgun. Ég er í þessum gír í dag og allt öðrum gír á morgun. Er þetta ekki svona hjá þér líka? Jú, við erum eins að þessu leyti. En munur er hvernig við vinnum þetta. Það langt að ég gerði mig grein fyrir því að ég er ekkert fullkominn maður, aldeilis ekki. Og ég er ekkert að reyna að vera fullkominn maður. En það hef ég ásett mér að ég geri vilja Guðs. Ef það er erfitt að gera vilja Guðs, þá bara verður svo að vera. En erfiðleikarnir koma og þeir fara. Þetta er mín reynsla og ég veit að þetta er líka þín reynsla. Hvernig er ástandi núna? Er þetta dökkut alveg svolítið? Kannski. En þú veist það líka, reynslaðið segir það, að þetta kemur og fer. Og þetta breytist ekkert þó þú eignist trú. Þegar maður gekk inn í trúna, þá var ég bara samfærður að nú var öll vandamál leyst. En þau leystist ekki þar. Lausnin er í Jesú. Hann gengur með þér og ég segi lausnin er í Jesú. Og hann gengur með mér. Og hann gengur með mér. Lausnin er í Jesú. Á göngunni þá gerist þetta, á göngunni gerist hitt, en lausnin er í Jesú. Sjáðu ekki af hverju við erum að tala um Jesú? Hann er þetta. Og þetta er ekki bara minn vitnisburður. Þetta er vitnisburður milljónir manna hér og nú. Sama. En þú tekur ekki við þessu. Eða hvað? Tekur við þessu? Eina sem ég get í raun og veru gert, það er að segja það sem að dráttu við og þú heyrir. Og ég geri mína skyldu og ég get því varpa þessu af mér. En það væri kannski erfiðar fyrir mig ef ég gerði þetta ekki. Það verður að hlýða Jesú. Hann veit það sem þú veist ekki og hann veit það sem ég veit ekki.
Hann með stað á mönnum og konum hingað og þangað í samfélaginu og hann býr svo út að leiðir líki saman einhvers staðar. Það kveikir ekki bros á nokkru manni, segjum það, en Drottinn samt að vinna. Þó kveikir ekki bros á nokkru manni, hvað máli skiptir það? Við verðum bara að hugsa þetta þá, ef þetta þannig, Drottinn að vinna verk. Og þetta fólk, broslaust og óyndislegt og allt saman að, hann með það, komið með rörsýnin á það. Alveg svo var með mig á sínum tíma, svo allt í einu lögst það upp fyrir mig að þetta Guð. Hver langan tíma tóka, örugglega nokkur ár, en því laug með því að ég frelsaði svo kallar. Og hef ekki orðið samur maður síðan. Og ég ætla mér bara að leyfa þessu lífi að endast í Jesú nafni. Og það enn í gangi í Jesú nafni. Og ég enn að, já, ég raun og veru að gera skyldu mína með það sem Drottinn bauð. Í raun og veru þetta skylduverk mitt að gera það sem ég að gera hér. Ég kemst ekkert undan því. Ef ég eitthvað að reyna að komast undan þessu, þá byrja bara einhverjir erfiðleikar, einhverjir þyngsli á manni. En þetta aftur á móti, þegar þú ert komin í Jesú nafn, þá léttast allar þessar byrðir. Það gott að gera vilja Guðs. Hefur reynt það? Örugglega hefur reynt það. Og hvað fékkstu við það? Þú fékkst viðmið. Þú segir, já, það er eiginlega betra að gera það sem Drottinn að bjóða. Það gaf þér léttir. Og það gaf þér öryggi. Og þú vissir að hann með þér í öllum sem þú tekur fyrir hendur eins og hann segir. En þessi orð, hann sé með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur, það, þú verður að fara af stað. Og þá sérðu það. Ef þú ferð ekkert af stað og gerir ekki það sem þú veist þú átt að gera, þá færðu aldrei þessa reynslu. En svo farðu af stað og þú sérðu, já, þetta gekk nú harla vel og það geta náttúrulega alltaf eitthvað gerst í kjölfarið, því enda verður vonskunn að fara mikið nú verða alveg skelfilega ljótari frama þegar þú byrjar í Jesú nafni. Því þær vilja ekkert að þú sért í þessu Jesú nafni, því þær bara vilja helst bara hafa það bak við gráan vegg. Þannig að þú sérð ekkert þetta nafn. Og þar varstu áður en þú varst trúaður. Þú varst bara bak við gráan þekkan vegg, þú vissir ekkert hvað var hinum með við hann, og það var haldið frá þér. Og það var ekki hann sem lagði niður hennar vegg. Nei, Jesú kom og tók hann. Og hvað blasti við? Það sem blasti við mér, það Guð. Þá sá ég. Og segja hvernig hann lítur út. Ég veit það ekki. Ég veit að hann þarna. Og þetta nú ein trúarvissan. Maður veit að hann þarna. Maður veit að hann til. Maður veit að hann raunverulegur. Jafn mikið raunveruleiki og ég. En ég sé hann ekki. Sem segir mér það eitthvað handan við þetta allt saman sem já, ég veit ekki en ég trúi að sé þarna og þar henni döðu. Þannig að þeir eru til. Sumir í faðmi Jesú, aðrir eru það ekki. Og það þetta sem við erum að tala um. Ef þú nærð þessu, þá sérðu líka alvarleika málsins. Þú vilt ekki enda á hinum stað. Það ekki neitt. Ekkert. Ekkert við að vera. Skítugt, drullugt, dimmt, heitt. Ekkert að vera. Þetta myrkrið. Drottinn hefur sýnt mér þetta. Ekkert að vera. Menn bara hver í sínu skoti. Ekkert við að vera. Og ég gekk innan þetta fólk, ekkert að vera. Og einn sagði við mig, heyrðu vinur, þú ert ekki að vera hér. Þú ert að vera í ljósinu. Hann bendi mér á stiga, farðu upp þennan stiga. Við fórum upp þennan stiga og fórum upp í ljósinu.
Fyrir mér var þetta nú bara heiðalvinni minn. Og þar var fólk. Og ég segi við þig, þú vilt ekki enda það. Og ég Drotti segi við þig, þú þarft ekki að enda það. Hann að bjóða þér faðminn. Hvernig líst þér á þetta? Ég veit að ég líst nú ekkert illa á það, en hvað þú gerir veit ég ekkert um. En þetta staðan. Staður hinna dauðu. Staður hinna endurlifnuðu. Og Drottinn tekur þá til sín endurlifnaðar. Hann stíg til himins. Þeir horfðu á eftir honum, Guð svo góður. Hann leiði þeim að horfa á eftir honum fara upp. Hann settist til hægri hönd föðurins. Og það hann. Og þangað kemur þú á sínu tíma. Það allt lifandi, kvikt, skemmtileg, falleg. Í hel ekki neitt. Rygg, ekkert við að vera, dimmt, ljótt, grátt. Og þú vilt ekki enda það. Þetta ekki hræðslubóðskapur? Þetta sannleikur minn kæri, ekki hræðslubóðskapur. Við stundum ekki neitt hræðslubóðskap hér. Ef við segjum sannleikan, við segjum sannleika Jesú. Það okkur ætlað að gera. En ég veit að þú vilt heyra þetta, að eitthvað í hjartanuðinu meðtökvöld. Ekki sem einhverja sleggjudóma, heldur sem sannleikur. Ekki vegna þess að þessi maður að tala þetta, heldur andi mannsins að tala þetta í Jesú nafni. Þá hlustaðu. Drottinn getur alveg gripið þig, ef hann vill. Og hann greip þig núna, af því hann vildi það. Hvað þú síðan gerir með þetta þú heyrir, veit ég ekkert um. Kannski tekur við þessum boðskap og finnst hann áhugaverður og ég veit að þér finnst hann áhugaverður og athyglisverður. En ég veit ekkert meira. Þannig að Drottinn að gefa okkur svona, já, sýnir að drauma hvað þetta til að segja frá þeim. Þetta boðskap. Þetta svona dekkri hliðin á boðskapnum. En jafn mikill sannleikur og hitt. Og þú ræður hvorum megin þú endar. Enginn að þú ræður því. Það geta allir sagt nei við Jesú. Og sumir þeir miður segja nei við Jesú eftir kannski áratuga göngu með honum. Þeir lentu í einhverju. Þetta nú alltaf þannig, við lendum í einhverju og við höfnum bara Jesú fyrir vikið. Við viljum ekki sjá þessa kirkju segja þau. Einhvern tíma myndi við hafa sagt, þetta nú bara klikkur. Þetta ekkert annað. Þannig að við ætlum að halda fullu fimm og við hlustum áfram á Jesú því hann að boða okkur góðan boðskap. Hann bara að segja okkur sannleika. Svona þegar við erum í því skapi okkar, þá elskum við að heyra sannleikan. En næst við heyrum sannleikan, við nennum ekki að hlusta á þetta núna. Þetta maður. Sveiflóttur og yndislegur en maður. Svona í dag og öðru sem morgun vegna þess að vera maður. Og þetta Drottinn að vinna með alla daga. Hann alltaf að reyna að lægja þessar sveiflur þannig að það augun beinist aftur til Jesú og það gerist nú alltaf. Að því Drottinn góður. Hann elskar sitt fólk, hann vil hafa það hjá sér og hann með menn og konur til þess að hvetja og styrkja svona veikatrú, já, segjum það. Öllu höfum við átt veikatrú, en stundum líka höfum við átt sterkatrú og styrkatrú sem ekki takkar. Höldum í hana og hlustum á góðan boðskap í Jesú nafni.
En það komi tími og við kveðjum í Jesú nafni, amen.